velkomin eftir að rauðaborðinu. Nú að allt öðru, það eru loftslagsmálin sem við förum í næst og hingað komin góður gestur. Þorgerður María Þorbjarnardóttir, formaður Landverndar, vertu velkomin. Takk fyrir. Þú ert nú ekki að koma í fyrsta sinn. Nei. Hefur komið hérna og það frekar stutt síðan. Já. Það sem svona ástæðan fyrir því að mig langaði að spjalla við þig hérna í dag að ég tók svolítið eftir því hérna eftir að þú varst hér síðast að svona fólkið, almenningur á internetinu, það kannski, það var svolítið að kalla, þeim finnst svona spurningum ósvarað. Þetta er svona, og hérna mér langar svo bara til þess að biðja þig að því að þetta er þitt hjartans mál og hérna og að útskýra kannski bara loftslagsmál svolítið á mannamáli. Okay. Já, við náttúrulega erum búin að raska landi og bora upp olíu í iðnbyltingunni og komast upp úr ákveðnum lifnaðarhættu og upp í svona betri lífskeiði og það hefur verið á kostnað þess að það að losast kolefni í andrúmsloftið sem að veldur gróðurhúsa áhrifum sem að veldur því að það hlýnar. Já, þetta er kannski bara loftslagsmál í sinni svona einföldustu mynd. Núna ætlum við að reyna að halda áfram að þróa einhvern veginn okkar samfélög og tækni og annað og svo eru önnur samfélög sem að eiga eftir að þróast upp úr fátækt og vilja gera það en við sjáum það að þetta er það mikið fólk að það er ekki hægt að gera það með því að brenna aftur bara opaslega mikið af jarðefnaeldsneyti og með því að raska landi og annað. Við erum í það er bæði náttúruvernd sem mikilvæg líffræðileg fjölbreytni og líka loftslagsmál kolefni í andrúmsloftinu og það eru ekki bara sem sagt olían, það er líka landnotkunin sem er þannig mjög stór þáttur en það hefur kannski farið svona mest fyrir og mikil pressa á að hætta að nota jarðefnaeldsneyti, kol og bensín og já. Og það er það sem að ráðstefnurnar stóru sem haldnar eru úti í heimi. Já. Það hverfast svolítið þetta. Já, en hvað eru þið eiginlega að gera og þarf að senda allar þessar flugvélar og þú eru auðvitað að fengið allar þessar spurningar? Já, mér finnst bara algjörlega sjálfsagt að fólk meti ávinning af því bara alltaf þegar það ferðast og ekki bara á loftslagsráðstefnur. Það er mikið gagnrýnt þegar fólk ferðast fyrir umhverfismál en það verðist öllum að samáta eitthvað að sé lyfjaráðstefna eitthvað staðar þú veist sem geti líka verið á netinu en ég held bara alltaf þegar fólk ferðast þá er bara að gera að meta það, þú veist, hvað hlutverk hef ég, hvað ætla ég að fá úr þessu en þessar ráðstefnur sem sagt fjallum það, núna erum við með Parísarsáttmálann sem að þjóðirnar hafa samþykkt og eru lagalega bindandi og og það snýst það að halda hlýnun innan við 1,5 gráðu. Það eru alls konar svona leiðir til þess í samningnum, alls konar svona tæki og tól. Og á ráðstefnunum þá er alltaf verið að meta hvernig gengur. Ef það gengur illa, og það gengur illa, þá hvað ætlum við að gera til þess að reyna að hraða þróun til að laga það sem er að. Og það er bara það sem er alltaf til umræðu og ráðstefnunni er alltaf svona stigmagnandi ákall frá eyjaríkjum og svona þjóðum sem verða verst fyrir loftslagsbreytingunum að vestræn ríki geri meira og fjármagni líka aðgerir í þeirra ríkjum af því að við erum búin að byggja upp okkar svona efnahag á jarðefnaeldsneyti en ekki bara jarðefnaeldsneyti heldur líka á nýlendustefnunni og nýlendustefnun á sér náttúrulega margar myndir, hún er ekki bara svona pólitísk að eiga nýlendu, það er líka þegar við nýtum ódýrt vinnuafl af því að það eru, þú veist, ekki réttindi réttindi fólks í löndum eða auðlindir eru auðsóttari það er svona valda ójafnvægið hefur alveg viðhaldist en það er svona ákall frá þessum þjóðum að við hjálpum þeim. Fundurinn hann snýst nú þá helst kannski akkurat þessar þjóðir. Þetta er í rauninni það ekki bara, en náttúrulega líka verið að skoða bara hvað er að gerast í vestrænum þjóðum og sko, til dæmis Evrópa hefur staðið sem ég vel í að
draga úr losun þó að Ísland hafi ekki kannski átt mikið þátt í því en á móti... Af hverju erum við svona lélega í þessu? Ég held bara að við séum búin að vera með stjórnvöld bara lengi sem hafa svolítið hummað þetta af sér og einhvern veginn fundist að vera á byrjunarreit alltaf og hugsa núna, við ætlum að gera eitthvað komum hérna með hugmyndir 150 hugmyndir og sumar á hugmyndastíu og aðrar í framkvæmd og sumar fyrirhugaðar og annað en það hefur kannski skort svolítið bara hugrekki til þess að taka þetta fastar í tökum. Ég veit ekki hvers vegna það hefur ekki verið gert. Við hefum verið að ýta á eftir því. Ég var hérna í ungum umhverfi sinum áður en ég var í landvernd og þar hérna var ég í loftslagsverkfallinu og skipulaði það í eitthvað tíma og hérna þannig að það er ekki eins og þetta sé eitthvað nýtt. Þessi samningar eru líka frá 1992 þannig að þú veist svona hraðinn og metnaður sem við erum að sjá núna er eitthvað sem hefði kannski verið í lagi fyrir 20-30 árum en hérna en núna er bara eins meira aðkallandi að fara í þessi mál en hérna og það hefur kannski svolítið svona á Íslandi og ekki bara á Íslandi heldur annars það líka, það er svolítið fólk er miklu duglegar að horfa á hvað eigum að gera, við ætlum að fara í orkuskipti, við ætlum að byggja upp innviði til þess að afla meiri orku en það er ekki endurnýjanlegur orku sem er það ekki jarðefnaeldsneyti en það er rosalega lítill fókus á það hvernig á að hætta að nota olíu þannig að í rauninni hefur orðið bara gífurlegur vöxtur í orkunotkun vegna þess að það er að koma meiri orka en það er kannski ekki verið að hætta að nota jarðefnaeldsneyti á móti þetta er ekki þessi skipti sem við viljum. Nú erum við bara með 2 póla í rauninni, virka póla. Já, það er svona þetta hefur verið tendensin og ekki bara á Íslandi. Við erum búin að auka raforku 20% á síðustu 10 árum. Það fór bara allt í gagnaver. Þú veist, það var enginn að hugsa, núna ætlum við að taka fara bara af stað í rafbílavæðingu og við ætlum að gera það mikill í festu og bæta upp fólki sem ekki hefur efni á rafmagnsbíl, vera með betur almenningssamgöngur, bara allt þetta. Það hefur verið svolítið svona láta eins og orkan sé ekki til eða einhverjir svona einhverjir svona pólitískir leikir ábyrrandi það er bara, við getum nú sé orkuskortur og við getum skiptum orku í bílaflótanum núna það er ekkert því til orku öflun okkar hefur ekki staðið vegi fyrir því það hafa verið aðri þættir en svo þessi orku skortur talaði snýst að miklu leyti það að framleiða rafeldsneyti. Tæknin til þess er ekki komin og spurningum er líka ósvarað hvort að það sé hagkvæmt á Íslandi. Hvort að það sé markaður fyrir rafeldsneyti frá Íslandi og hvort að það þurfi það miklu stærðarhagkvæmni að við þurfum í raunverulega að fara að framleiða miklu meira heldur en bara fyrir innlenda notkun og þurfum að fara að flytja út orku. Og mér finnst það bara ristór spurning hvort við ætlum að gera það og ef við ætlum að gera það fara bara stóriðjustefna, við ætlum að fara í meiri stóriðju. Ætlum við þá að minnka aðra stóriðju á móti vegna þess að orkunotkunin er svo gífurleg og ég held að fólk átti sig ekki að við getum ekki tvöfalda orkuframleiðslu á Íslandi án þess að ganga of á náttúrulega innvið okkar. Þannig að ég mér finnst þessi umræða oft vera á villigötum en ég held sé ekki einum það. Nei, það er mikil upplýsinga óreiða bara í þessum málaflokki almennt og nú er auðvitað vissulega alltaf færri og færri sem að afneita gjörsamlega hugmyndum hlýnun jarðar þannig að við erum komin eitthvert vel og veg allavega með svona uppfræðið fólk en eins og segi það er samt svona bakslag mér hefur þótt það er ekki langt síðan bara kannski örfá ár og það var bara í umræðu þáttum fyrir til dæmis kosningar það var bara spurt hvað ætlið þið að gera í loftslagsmálum allt í einu núna er spurt trúið þið að loftslagsbreytingar séu að mannavöldum á RÚV okkar allra landsmanna það er gífurlegt bakslag að þetta séu spurningin en ekki hvað ætlaði að gera og það var eiginlega ekkert rætt ég man það var umræðu þáttur fyrir kosningarnar það sem að fólk út á götu var spurt hvað hefur þér þótt vanta í kosningabaráttuna og ég held að 4 af 6 eða eitthvað hafi nefnt
loftslagsmál eða umhverfismál og og spyrlarnir svo, fólki vill greinilega heyra húsnæðismál og það útlendingamál. Já, akkurat. Ég var mjög hissa á því að þetta væri lítið til umræðu og mér finnst vera bakslagi þessu en á ráðstefninum allavega þá er ekki spurning hvort, heldur hvernig og hvenær. Þá að sem sagt ekki bara draga losun, heldur var það samþykkt á COP28 í Dubai að það orðalagið var transition away, það var ekki talað svona face out eða fasa alveg út jarðefnaeldsneyti, eða tala að færa sig frá jarðefnaeldsneytisnotkun. Það ennþá verið svolítið að malda í móinn með þetta Sádi-Arabía hefur gert það. Þetta orðalag, það var ekki skert á þessu orðalagi Azerbaijan allavega. En mér hefur þótt svona mitt hlutverk á þessu vera helst að mæta og geta svo sagt frá og ég hef reynt að gera eins mikið og ég mögulega geta því og þess að frábært að vera hér að tala þessi mál. En ég var líka með pistla í samfélaginu á Rás 1 og síðan var ég skrifa ég greinar og síðan að tala ég með viðburð á morgun eða á 50-daginn í er ekki 13. Nei, 12. desember í Hafnarhúsinu eða Hafnarhás þar sem að ég ætla að segja frá þessu ráðstefnum og ekki bara COP29 í Azerbaijan heldur líka COP16 líffræðilega fjölbreytni sem var haldið í Cali í Kólumbíu því það COP eru haldin fyrir alla samninga sem að Sameinuðu þjóðirnar hafa eða allavega þess ég veit ekki, ég get ekki fullyrt alla samninga en allavega fyrir líffræðilega fjölbreytni fyrir eyðimerkurmyndun og fyrir loftslagið og líka fyrir migratory eða fartegundir, migratory species samningur. Ísland ekki aðalega honum. Ég hefur svona grunum að það myndi binda enda á hvalveiðar til dæmis að ganga í þann samning vegna þess að sá samningur snýst að engin þjóð á tilkall Þetta bara svona eins og það engin, ég búin að vera svona líka hóstandi. Einmitt, þetta alveg loftgæðin. En sá samningur snýst það að engin þjóð á rauninni tilkall til þess að nýta tegund sem að flakkar milli landamæra eins og hvalir gera og bara verndun þeirra. Þannig að það COP fyrir það líka, sko. Það var í Kazakstan eða Kirgistan. Þetta COP, sko, þú veist, það eru til COP og svo kemur svona talnaruna og þú veist, og þetta eru, hvernig til dæmis, hvernig skilur maður þetta bara? Hvaða COP hvað? Já, COP stendur fyrir Conference of Parties og þú verður að athuga hver að halda þetta COP og í tilliti til loftslagssamningsins þá það United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC og þegar kemur að líffræðilegri fjölbreytni þá það CBD sem Convention on Biological Diversity eyðimerkurmyndunin CCD Convention on Combat of Desertification og CMS, Convention on Migratory Species, þetta til. Þannig að það bara að skoða það og á hverjum fundi hittast aðildarríkin og ræða það hvernig gengur að ná markmiðunum og hvernig þau ætla að halda áfram að vinna í sín málum. En það svona, ég skil alveg óbúslega vel þau sem eru mjög gagnrýn á það að senda fólk og fara á þessar ráðstefnur vegna þess að manni finnst þetta svo hægfara og svo oft tekin skref aftur á bak og ég held alveg að hver og einn þurfa að meta hvað erindi hann hefur. Ég leit svo að ég hefði erindi með því að geta komið heim og sagt frá en ég hafði líka erindi af því að mynda tengsl við aðra en það þýðir ekki að ég þurfa að fara á hverju einasta ári á þessar ráðstefnu. Þannig við sjáum til hvernig förum við það en mér hefur samt þótt sko kannski svona fjölmiðlar svolítið fljótir að grípa eitthvað svona málflutningum þetta sé alveg bara tilgangslaust. Það eitthvað sem að fær svona klikk, þú veist að það hefur verið svona það sem að hefur fengið svolítið að ráða stundum, finnst mér að það verið að tala
hræsni hjá forsetanum, það verið að tala hérna, já, bara öll flugin, það mikið, það allt kemur alltaf í fréttum, ráðuneytið sendir svona marga frá Íslandi en það ekki, en svo einhvern veginn þegar maður reynir að koma því að hvað var rætt á fundinum og hvað þýðingu það hefur fyrir Ísland, þá hefur það svona eina viku í lokin þegar ráðstofnun búin þá sagt, já, loftslagsbreytingar, hvað var ákveðið og maður eitthvað svona, já, þetta, takk fyrir og búið einhvern veginn og það vantar einhvern veginn þá þurfum við ekki að hugsa þetta fyrir á næsta kopp en þetta virkar ekki svoleiðis og það hefur bara sýnt sig, við erum búin að mæta alltaf á kopp, það er búin að halda kopp alveg 29 sinnum og losun í heiminum hefur aukist og að aukast augljóslega er ekki nóg að mæta bara á kopp en kopp vettfangurinn þar sem að málin eru rædd og ef það væri ekki kopp eða þessi samningur þá myndu ríkin aldrei hittast og ræða þessi mál og þá þau aldrei til svona þverlandlegir sjóðir sem eiga styrkja til dæmis það loss and damage töp og tjón sjóðurinn sem að þróuð ríki borga í til þess að borga þróunarríkjum sem verða fyrir bara skaða, það koma flóð, það koma skriður, að það verið skaðabætur. Þetta eru skaðabætur, já. Þannig að svona hlutir verða til á kopp og ef ekki væri fyrir kopp og þessi samninga, þá væri svona sjóðir ekki, þú veist, kannski verið til okkur um vettfangi, en þú veist, þetta er vettfangurinn, þar sem þeir eru til núna og það er mikilvægt, finnst mér. Já. Þannig að mér finnst þetta ekki tilgangslaust, en það að mæta er ekki nóg. Að mæta þarna og tala loftslagsmáli í 2 vikur og gera svo ekki neitt þess á milli. Það er þetta bara, segir sér sjálft, það er ekki nóg. Nei. Þú ert jarðfræðingur. Já. Og bara tiltölulega ung kona búin að vera í þessum bransa bara lengi. Í þá umhverfismálunum og hvernig fer bara ung stúlka einhvern veginn út í það að læra jarðfræði og fara svo í landverndina og í loftslagsmálin? Já, ég náttúrulega ólst upp bara á umbrotatímum á Austurlandi, ég ólst upp á Egilsstöðum og þá var verið að byggja Kárahnjúkavirkjun og það einhvern veginn splittaði alveg samfélaginu og samfélagið er enn mjög klofið yfir bara fólk harðasta náttúruverndar fólk sem ég þekki á austan en líka alveg svona fólk hinum megin sem að svona nýtingar sinna vilja nýta eins mikið hægt einhvern veginn og það er alveg bara stálin stinn þarna á milli og svona getur svona ég myndi að segja yfirgangur ákveðna svona, þú veist, þarna var þetta dæmt, þess að skipulagsstofnun vildi ekki að þetta færi gegn og það var bara lögunum breytt og það var ýmislegt gert bara til þess að ýta þessu verkefni einhvern í gegn þrátt fyrir að það væri andstaða og það gjörsamlega klauf samfélagi. Ég held að við lita mig miklu meira en ég fattaði. Þannig ég hef alltaf verið svona mikið að pæla í þessu málum, umhverfismálum og bara, af hverju er fólk að segja annarkvort viltu hafa atvinnu eða náttúru, veist. Þú getur ekki lifað á náttúrunar en þú þarft samt að hafa atvinnu til að lifa. Þannig að ég held að, þú veist, að setja þetta upp á móti hvort öðru bara finnst mér ekki make sense. Og já, þannig að ég kannski fór inn í svona náttúruverndarmáli með svolítið áhuga á þessu en þá bara opnaði svolítið heimur fyrir mér og það var mikil svona skriðþungi í baráttunni fyrir loftslagsmálum þegar ég kom inn í unga umhverfisina aftur, ég enda var í þeim 2013 og var svona inn og út þannig en já, það bara hoppaði inn í það hlutverki mann líka eftir að hafa séð það var í kringum 2012 mikið svona heimsendaspám og ég horfði á okkur einhverja heimildamynd loftslagsmálin, það var eitthvað 2012 ef við erum ekki búin að bjarga þessu fyrir þá munum við öll deyja, þú veist, og það var gerð eitthvað mynd og þetta var svolítið allt einmitt þetta er ógeðslega mikilvægt það er rétt svo að segja og þegar þú talar um bakslagi þá er það mjög augljóslega þegar maður lítið tilbaka því að þetta var ofboðslega mikið í umræðinni fyrir einmitt 10 ára síðan en hefur einhvern veginn svona og svo aftur þegar Greta Thunberg kemur fram, það hefur komið í bylgjum en ég held að öll svona heimsendaspá sé bara mjög skaðleg fyrir málstæðina því að, þú veist, ég er menn hér í dag en ég náttúrulega litaðist af þessu líka að hafa einhvern veginn hort á þetta sem krakki
það bara, já, horfði mikið á línulega dagskrá og stundum var bara eitthvað svona í sjónvarpinu. En já, og ég bara fekk uppeldi líka bara út í náttúrunni mikið. Já, ég veit ekki hvernig svona hluti gerast þegar erfitt að finna eitthvað sökudólk. Mamma mín segir alltaf lífið leiðir mann. Það er mjög alltaf svolítið fallegt. Það er kannski bara á við í þínu tilfelli allavega. En ég lít ekki á loftslagsmál sem sko eitthvað fyrir, ég ætla alltaf að tala bjarga jörðinni. Sko ég lítið á þetta sem réttlætismál. Vegna þess að þetta að bitna á fólki sem að kannski má þess síst og við erum að orsaka mikið á Vesturlöndum og bara heimurinn að fara að verða erfiðar og erfiðar og hann byrjar að vera erfiðari til að búa í fyrir fjölda fólks og ég myndi ekki gera lítið úr því líka hvað loftslagsmál hafa mikil áhrif á til dæmis frið. Það getur komið uppskerubrestir í kjölfar flóða eða þurrka eða annað sem getur síðan leitt af sér bara pólitíska erfiðleika, kreppur og svoleiðis. Þannig ég er ekkert að segja að það sé eitt að kenna og það sé svona vaxandi ófriður. En helst í hendur. Ég held að þetta hafi áhrif. Og svo auðvitað bara með tilliti til það sem að gerast á Gaza sem er okkur öllum mjög hugleikið. Það er ábyggilega ein svona stærsta svona, hvað ég var að segja umhverfisváin akkurat þessa stundina, það er þessi hernaður. Já, náttúrulega gífurleg olíunotkun og bara auðlindanotkun. Ég við framleiðum mikið ál hér til dæmis. Ál notað í hernaðargögn. Þannig að við erum alltaf voðalega sko, fólk fór mikið fyrir brjóstæðu fólki ef við varum að kaupa vopn fyrir Úkraínu, en við tökum þátt í keðjunni að framleiða vopn hreinlega á Íslandi. Þó að það séu líka framleiddar flugvélar áldósir, þá framleidd vopn úr áli. Og við höfum enga stjórn á því hvað áli fer í, vegna þess að við erum ekki framleiðendurnir, við seljum bara orkuna til þess að það sé framleitt. En já, ég held að sko loftslagsbreytingar eru bara stórt réttlætismál og það er já, ég held líka að við getum búið til betra og réttlátara samfélag með hreinna lofti og betri lýðheilsu með því að fara í aðgerðir í umhverfismálum, ekki bara í loftslagsmálum, heldur bara líka blágrænar ofanvatnslausnir og allt þetta, bara svona færa náttúruna meira aftur til okkar vegna þess að í þessari innbyltingu líka erum við búin að fjarlægast kannski svona þessa tengingu. Já, einmitt. Íslendingar voru hér áður fyrir ofbáslega tengdir sér náttúru og eru náttúrulega enn kannski alþjóðlegum samburði, sko. Ég var alveg séð í landmannalögum sem sagt fólk sem að lítur út eins og hefur aldrei gengið bara á ósléttu á bara möl eða á Já, einmitt. Það einhvern veginn, þú veist. Góð pælinga. Já, eða maður sér alltaf hverjir eru annarkvort nýjir Íslendingar eða túristar þegar það svell úti. Já. það er að því að Íslendingar þeir labba svona eins og mörgæsir segja vinir mínir sem eru innflytjendur. Það er svona, við erum með svona mörgæsa taktík eitthvað sem ég hafði ekki tekið eftir sjálf. En líka bara náttúruván í Íslandi, veður ofsar og svona eru það algengir að ég held að Íslendingar svona upp til hópar mjög læsir á svona veðurspá og ský og bara, þú veist, eitthvað það er svona mikið í menningunni okkar af því að þetta hefur verið skipt svo miklu máli. Að því leitin til erum við held ég mun tengd en margar aðrar þjóðir en ég hef búið í þessi, þetta svona rof og þetta svona almenna áhugaleysi nú, þú veist, þetta er svona eiginlega svona alveg sama attitude sem hefur kannski verið vaxandi núna, var minna fyrir 10 árum og einhvern veginn kemur og fer svona í bylgjum en svo ef við erum svona tengd náttúrulega, ég meina þú veist, þá ætti nú að vera rosalega auðvelt að vekja fólk til umhugsunar. Ég held að fólk sé mjög þengjandi sko og útivist er bara svona í íslenskri náttúru, hún er bara algeng meðal bara margra hópa en það er kannski svona ákveðið svona mat á sem sagt hvað er mikilvægt sem er mismunandi milli fólks og og kannski líka bara einhver leiti þekkingarleysi þó þú sést tengdu náttúrunni að þá er til dæmis eru samningar líka líffræðilega fjölbreytni og svona líffræðilega fjölbreytni
og ferli vistkerfa sem að við bara þekkjum og sem að jafnvel fólk sem búið að rannsaka hlutina sko eru sammála við getum aldrei skilið til fullnustu. Ég held að það sé eitthvað svona ofurtrústum að við getum bara reiknað allt, við getum bara sett allt upp í Excel-skjal og ef við ætlum að fara í þessa framkvæmd þá setjum við bara, já við töpum svona mikið náttúru þá getum við bara plúsað það og gert veist ekki ofurtrú á eitthvað svona við getum bara retta þessu þegar við erum þannig að ef tegund deyr út eða ef eitthvað vistkerfi raskast við getum ekki, það ógeðslega dýrt að hreinsa vatn til dæmis en hraunið í kringum okkur og vistkerfin í kringum okkur að gera allan daginn allan dag. Þannig að það svona kannski einhver ofurtrú á það að við getum bara einhvern veginn leyst allt. Við getum bara leyst þetta bara með einhverju svona tækni eða ég held að það sé svona eitthvað vandamál sem stendum frammi fyrir en að mörguleiti eru Íslendingar mjög tengdir já, náttúrunni. Já, og svo kannski bara svo við vikjum aðeins aftur að fundinum á morgun. Já. Þannig að gefst fólki tækifæri að koma og bara fræðast hreinlega þessar ráðstefnur og fara yfir með þér og fleirum. Hvað var rætt? Ekki rétt? Já, ég fer aðeins yfir svona helstu umræðuefnin sem að kannski, var mest tekist á og hvað neyðustur komu í þeim. Og hvar fundurinn? Hann í Hafnarhaus eða Hafnarhás í Tryggvagötu. Já. Og og verður hægt að spyrja spurninga eða? Já, það verður að spyrja spurningu staðnum, svo verður þetta að fylgjast með streymi en það verður þá ef fólk sendir mér spurningar þá get ég alltaf að tekið það saman en það verður ekki svona interaktíft. Já, og hvar verður þetta streymi? Á Zoom, þið getur bara að funda á Facebook eventinum eða, já, og það þá Landverndar Facebookið sem þú ætti við. Já, Landvernd. Já, þakka kærlega fyrir Þorgerður María að koma og svona að skýra flókið mála og handarhlöpum. Takk fyrir að fá mig. Já, bara og hvenær sem og alltaf gott að fá þig. Yep. Og við setjum, við skulum gera hér smá hlé og hleypa að auglýsingum. En það kemur meira hér eftir þær, takk. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.